Ég kem frá hugbúnaðarfyrirtækinu Spectra og ég ætla að reyna að kynna ykkur fyrir öllu því helsta varðandi Windows 10 appþróun núna á þessum 25 mínútum. Sjá hvernig þetta endar. En hérna aðeins Spectra, að við erum að upplæða SharePoint ráðgjafafyrirtæki. Við erum stofnuð árið 2013 í samstarfi við opin kerfi. Stærstu hluti starfsmanna hefur unnið saman síðan 2010 og við erum aðsetur að Laugavegi 178 og erum þar með fullbúna 12 manna kennslustofu. Einhver hefur kannski áhuga að læra eitthvað SharePoint eða eitthvað. En Spectra, við fórum að smíða upp. Það sem svona viðskiptavinnur okkar voru farnar að sýna snjalltækjum og snerti viðmóti meiri áhuga. Þá sáu þannig að hellingstæki fara að bjóða upp á betri notinda upplifun þá með þessu nýju tækjum sem voru komin á markaðinn. Og vildum einnig þá athuga með að bjóða mobile útgáfur af lausnunum okkar sem voru meðal annars komin í SharePoint. Og raunin að við náttúrulega komum úr Microsoft heimu, það var rökrétt framhald að fara að athuga með Windows apps og byrjuðum að skoða það. Og svo í framhaldinu fórum við náttúrulega líka að þróa fyrir iOS og Android og notum þá samanrýmd í þess til að fá mesta kóðasamnýtni milli allra plattforma. Og notum C# fordunamál til þess. Það samnýtist allt. En meðal lausn sem við erum að þróa núna, nýverið Appenda. Þetta svona lausn sem meðal annars þá sem universal. Og þegar við vorum að þróa þetta, datt mér hvort það væri ekki á bara tilvalinn grundvöllur að kynna ykkur þá fyrir Windows 10 og hvað við þurftum að skoða þegar við vorum að fara af stað með þetta. Rauninni þessi var að byrja sem svona lítill webpartur bara í SharePoint sem sýndi stöð á fundarherbergjum. En í dag í rauninni þetta að leysa svona algeng vandamál sem að fyrirtæki að lendi í. Til dæmis að vandræðamenn að finna laust fundarherbyggi með mjög skummum fyrirvara. Finna tímasetningu sem allir geta mætt. Þetta svona algengustu vandamál það sem að margir starfsmenn og fá fundarherbyggi. En svo eins og það margir sem íhuga það að fara að smíða upp, en svo náttúrulega þetta klassíska, af hverju ekki mobile VF? Jú, náttúrulega uppin hafa náttúrulega svolítið svona fleiri kosti. Þetta náttúrulega þessi punktar en að eiga kannski við bara almennt, ekkert endilega bara Windows. Náttúrulega fólk býst náttúrulega við fyrstu flokks upplifun. Þú vilt hafa þetta response þegar þú ítir á skjáinn, þá viltu náttúrulega eitthvað gerist strax. Eins og við viljum geta séð gögnin offline, það náttúrulega hægt með appinu, það náttúrulega ekki mobile vefið, það náttúrulega töluvert erfiðara. Nemar, myndavél, tilkynningar, GPS, þetta rauninni aðeins það sem að app getur rauninni bara boðið upp og getur gert allt sem tæki getur. Svo þarf náttúrulega að passa upp á viðmóti, þetta sé async, má ekki frjósa og meðal annars allar aðgerðir í Windows Runtime þannig ef það hugsanlegt að taki meira en 50 millisekundu þá allar aðgerðir gerað async, bara default. Fleiri atriði. Það til dæmis, þú ert með íkonið alltaf sýnilegt í tölvunni á viðkomandi þó þessi ekki alltaf að nota kannski appið. Þá þetta alltaf kannski ná ákveðnu forskoti þar. Þannig hellingsmarkaðstækifæri fyrir fyrirtæki, að tilkynninga lifetiles, komin aðeins betri inn á það eftir. Svo náttúrulega í dag náttúrulega Windows orðið bara as a service sem þýðir það. Þetta ekki að koma út á 2 til 3 ára fresti, einhver risa útgáfu sem við pakkað inn í kassa. Nú þetta bara haldið lifandi og koma reglulega mjög svona uppfærslur á kerfið. Og þeir eru með háleit markmið, stefna þarna á miljard tækin á fárra ára og þetta gekk nú alveg gríðarlega vel hjá þeim, hefur gengið eins og Þeir eru náttúrulega komin yfir 200 milljónir tækja með Windows 10 núna á 5 mánuðum. Þetta lofa mjög góð til að sýna dæmi hvernig þetta hefur svona miðað við allar útgáfur á OS X sem úti. Það sjáum við bara tók 3 mánuði að taka fram úr því. Þannig að þetta gengur gríðarlega hratt. Svona aðeins til að sjá bara markaðshlutdeild á Windows og OS X, þannig að alltaf sýnir bara hvað þetta rosalega svona mikið bæði í heimilum og í fyrirtækjum. Og við viljum bera þetta aðeins sama við bara hvernig þetta kemur mobile. Þetta rauninni heimsóknir á stærstu vefsetur, rauninni frá 2014, en þetta svona óbreytt mjög svipað í dag. Þá sjáum við það að þetta náttúrulega rosalega stórt. Þarna heimilin og fyrirtækin og þetta, það sem kannski helst leshúsið útdurur sig það, náttúrulega að fólk þá að nota tölvuna meira til að brása þessa helstu vefi heldur en tækin. En svo náttúrulega í Windows 8 þá byrjaði að koma með þetta app, byrjaði að koma uppinn og þetta var nú svona óttalega svona fyrir óvana notanda sem þurfti að vera að læra mikið nýtt. Þannig að sjáum við, það þessi helstu stjórntæki sem fólk notaði. Þetta var bara ekkert X í horninu, ekkert Minimize.
svona óvænt tölvufólk vissi ekkert hvernig átt að gera og bara vildi helst bara ekkert fá sér Windows 8. Og sjáum bara hérna, típisk, þetta er RB Vale, kannski einhver nú RB. Nákvæmlega. Þarna sjáum við bara X í horninu og Minimise, þetta er bara allt sem fólk þekkir. Þetta er reyndar hérna, þetta er kannski ekki músavænasta viðmót í heiminn, þetta svín virkar og örugglega notað ennþá í dag. Og sjáum við hérna bara Windows Forms, þetta er bara típist X í horninu, Minimise, þetta er sem allir þekkja. En ef við berum þetta kannski saman við sko, hérna Windows 8, þetta er svo rosalega flottur sportbíl, alveg rosalega, þetta er ein mesta breyting sem Windows 95. Rosa stílflint, flott, þetta var mikið uppfært, töluvert léttari vinnslu en Windows 7 og nýtt viðmót sem að, þú veist, fekk mjög svona blendnar svona skoðanir hvernig það var. En kannski voru það stjórntækin, kannski það kannski ekki hægt að vera svona flottum sportbíl ef þú stýrir honum með einhverju líkindu við þetta. Það var ekki alveg hægt, þú veist, hvernig á maður að stjórna þessu sportbíl eiginlega. En sem betur fer í dag er þetta orðið töluvert betra. Þá erum við komið með þetta aftur í glugga, þetta er bara screenshot af vélni hjá mér og þetta er rauninni allt sem fólk þekkir, þetta er með þessu helstu stjórntæki, þannig að fólki töluvert orðið opnari fyrir því að fara í 10 heldur en 8. Þannig að sé ég til dæmis að Netflix er að benda mér að horfa á Grown Ups, ég veit ekki alveg hvort að ég trúa því. En svo er það Universal Windows platformið, þá erum við að tala það er eitt stýrikerfi sem keyrir á öllum þessu tækjum. Við erum með hérna Surface Hub sem er svona, sem er hugsað svona í fundarherbyggi sem er að koma núna. Þetta er spjaldtölvur, síma, desktop, svona 2-in-1 tæki sem er bæði fartölvur og spjaldtölvur, HoloLens og Xbox og fleira. Þetta sama stýrikerfi keyrir á þessu öllu. Eitt app-plattform, þú keyrir eitt app sem virkar á öllum þessum tækjum. Og eitt staður fyrir þróunaraðila, þú ert að sækja upplýsingar og fleira, þá ert ekkert að gera hlutina á mismunandi vegu, allt á sama stað, sama appið og eitt store þegar þú ert að upplóta appinu þá ert ekki að gera 2 eins og var áður, nú er þetta bara eitt staður fyrir öll þessi tæki. Það er svona í gegnum söguna, hvernig þetta var hjá þeim. Þetta er náttúrulega búið að vera töluvert langt ferðalag hjá þeim. Ef við gögum hérna til þess að Windows 7.5, símana, Windows Phone 7.5 og 7, þetta eru komið fyrst. Þá svona voru þið kannski aðeins, má segja að drífa sig. Þetta var Windows 7, þetta byggði á svona Windows CE, þetta er svona embedded stýrikerfi og strax í Windows 8 þá var komið sami kernel og í hefðbundnu Windows. Þannig að allir á 7.5 símanum gátu ekki uppfært og það var svona einhver óánægja með það. En síðan þá er þetta búið að vera núna, að vinna á því að sameina þetta og sjáum núna í 8.1 þá sameinaðist appmódelið þannig að þú nánast gast endurnýtt, þetta var svona allan kóðan og var samt ennþá með 2 pakka, 2 store, þannig að það var svolítið meira mál. Og nú er þetta allt orðið einsleitt fyrir öll þessi tæki og þannig að þetta svona heldur þetta áfram. En þessi tæki, þau má flokka í dálítið mismunandi hópa, rauninni bara eftir notkun. Það er svo sem alveg eðlilegt að viðmótið þessum tækjum sé svolítið svona mismunandi, þannig að hún notaði ekki eins, eins og Xbox eftir með fjárstýringu og spjaldtölvur notaði touchið og IoT eftir kannski með einhvern pínulítinn smáskjá, en náttúrulega sama appi virkar á öllum þessum tækjum. Þannig að Surface Hub og HoloLens sem er að koma á markað núna fljótlega. Svo er hérna öll samskiptin sem áttu við þessi tæki. Þú notar mús og lyklaborð, touch, penna, raddstýringu. Það er mjög eðlilegt að þetta sé svolítið mismunandi en kontrólin sem fylgja með að þau rendurast mismunandi eftir því hann er að detekta það hvernig skjá þú ert, hvaða upplausnir, hvernig tæki, hvaða hluti þú ert með tengt við og þannig að þá er hann að rendurast mismunandi þannig að þú fá bestu hugsanlegu upplifun sem er í boði. En hérna, ég var myndur svona aðeins á HoloLens, koma örlítið inn á það, að þetta er svona holographic tölva sem er innbyggð í headseti. Rauninni lætu við sjá svona almyndir af holograms inn í herbygginu, inni eða skrifstofunni. Þetta er bara eins og Windows 10 tölva sem þú ert með bara í þessum glerugum. Þetta er ekki tengt við neitt eins og Oculus Rift eða svolítið. Og þetta er svona, eins og ég, rosalega svona mikil tækifæri eins og í arkitektúr, vöru, hönnun og kennslu, rannsóknir. Og meðan NASA er komið með svona tæki núna í alþjóðlegu geimstöðina, farin að nota það. Þetta verður svo gaman hvað gerist. Og núna akkúrat bara núna á næstu vikum er hægt að fá sér developer kit
held ég kostið $3.000, þannig að það sem áhugasamir þetta er náttúrulega gríðarlega spennandi. Þess að það sem að teikna hús geta bara farið inn í húsið áður að búa að byggja það. En til að smíða forrit fyrir Windows, það náttúrulega hinn klassíska leið sem náttúrulega bara .NET, WAF-PF, Windows Forms, C++, allt þetta svona þetta klassíska og svo núna þessi universal leið. Og þá eins og ég nota maður .NET eða C++, DirectX, saml fyrir viðmót, DirectX fyrir leikina, svo einnig búið að nota það HTML, JavaScript eða Vim.js fyrir sem rauninni keyrir ofan á Windows Runtime. Og svo þetta nýja sem er í boði núna. Það þessi bridges, brýr, þar sem þú getur verið að endurnýta kóðaðinn úr iOS, Android og web-hostið og jafnvel desktop forrit. Og það sem við verðum að gera þarna er að opna Windows fyrir forriturum sem hafa svona reynslu úr öðrum plattformum og geta það endurnýtt kóða sem ennþá meira. Við komum hérna eins og web-hostið, það er út með single page vef, þá getur við svona hjúpað það í app og notað helstu hlutina úr universal plattforminu, notifications og allt þetta. Svo gefur þetta bara út í stórið sem bara eins og venlegt app, en náttúrulega bak við tjöldin appið samt að birta vefinn bak við tjöldin. Þannig þetta er svona ein leið sem hægt að nota. Svo eru hérna Win32, desktop forrit, þetta er bara hefðbundið forrit, gömlu góðu sem við þekkjum. Við erum að skipta. Þarna þá er rauninni bara búin að hjúpa þetta fyrir stórið og getum við extendað líka fyrir universal plattforminu eins og hitt. Og rauninni installation breytist að það leiti þar sem þú tekur þetta ekki inn í stórið og þá er þetta svona sandboxað bara eins og uppin eru, þannig að þessi svona leifar í registry og svona einhver leiðindi sem verður oft þegar maður uninstalla forritum. Þetta á rauninni að vera allt úr sögunni. En þetta virkar aðeins á desktop og þetta er þessar leiðir, þessar bridging leiðir, þetta er eitthvað sem er ennþá í þróun eða er open source og er hægt að kynna sér ef menn hefur áhuga. Og ég vil contributa. Svo er það hérna Android leiðin, Windows Bridge fyrir Android. Það er APK pakkinn skannaður og getur séð nákvæmlega hvað vantar upp á. Nei, herru, já, þetta var vist hérna cancelað, alveg rétt. Þetta var cancelað. Það var performance vandamál sem kom upp, þetta var sett á easy bili og var ekki formulega búið að drepa þetta en þetta er svona bara verið að skoða þetta. Þetta er Android, þetta er svona virtual vel sem var inn í Windowsinu, þetta var ekki eitthvað alveg að keyra nógu vel, þannig að þetta er að skoða þetta. En svo er það iOS leiðin. Þetta er núna open source, bara GitHub, það er þetta contributa í þetta project. Þetta er virkað þannig, þú tekur bara Xcode projektið þitt, keyrir ákveðið tól á það sem er í stúdíónu og svo getur þið bara verið að, og þetta tólurinn býr til það bara Visual Studio Solution, svo getur þið bara verið að debugga í stúdíónu, extenda fyrir universal plattformið og svo ertu bara, já, svo vil þetta virka bæði á mobile og desktop. Og þetta eru svona hellings, svona skemmtilegar pælingar sem þetta er að gera ef menn eru iOS forritar, en helst maður sé svona galla við þetta það sem þetta er svolítið nýtt. Það er náttúrulega, mennir eru náttúrulega að nota kannski einhverja komponenta og einhver library og eitthvað svona sem náttúrulega þurfa þá líka að vera stutt út af þess að þetta er kompilað algjörlega, allir kóðinn. Þannig að svona helst eins og leikir og svona gæti kannski sem er að rendera grafík gæti kannski henta betur en þetta er svona gaman að sjá hvað gerist. Ég hef reyndar persónulega ekki prófað þetta, þannig að það verið gaman að sjá hvað kemur út úr þessu. En ég hérna gerir bara þess að Chuck Norris, ég nota SAML og .NET fyrir þessu. En SAML í rauninni búið að vera í þróun núna náttúrulega í 10 ár frá því fyrstu útgáfun á WAF-PF. Og þannig að tólin og þetta er svona búið að vera að þróast töluvert. Þetta er svo sem ekkert að fara næstunni þar sem að startnappurinn í Windows er náttúrulega gerður í SAML og Action Center og þetta. Þannig þeir eru að nota sjálfur gríðarlega mikið þessa tækni. Þannig hérna sjáum hérna dæmi bara Blend. Það er rauninni orðið rosalega svipað á Visual Studio. Meðal annars hefur komið svona allt IntelliSense komið þarna, þannig að ef maður er að vinna kannski svolítið í grafíkinni og forrita líka, þá er þetta að gera þetta allt þarna sama, í sama tólinu í dag. Þarna er ég til dæmis búinn að gera þetta er símalausn, 5 tómi sími, Full HD og nákvæmlega sama lausn hérna komin og þá er ég komið það, búinn að velja, getur valið hérna í listanum hvernig vil ég þetta renderist út, þá er ég komið 4 tómi IoT device. Og þannig er ég komið Visual Studio, þá er ég með svona bara full-blown öll tólin sem bjóðast þar. En segjum kannski dæmi við komum við svona IoT-tæki, þú ert með kannski
einhverja nema, einhver svona smátölvu sem að lesa einhverja nema og að dæla því í skýið. Svo ertu með nákvæmlega sama appið og einhverju risaskjá sem að birti þá ennþá meira upplýsingar og búið að vinna úr þessum gögnum sem IoT náttúrulega bara kannski með pínlítið, skjáin náttúrulega ekki að gera. En hérna rauninni þetta Universal Platform, þetta byggir á 8.1 runtime og það er bara búið að stækka bara töluvert meira hvað í boði og líka nú keyrir þetta náttúrulega öllum tækjum. Svo útgáfuna, hvernig þetta virkar. Þá þetta ekki ósvipað að pakkinurinn er ekki að keyra beint á eða horfa á Windows beint, hann að horfa á raunin þá hvað Universal Platform hann styður við. Þetta svolítið eins og bara .NET framework og ákveðið forrit sem að styður við ákveðið .NET og svo kemur kannski einhver nýrri útgáfa, þá á það að virka, virkar alveg á nýrra en hún náttúrulega nærði ekki nýjustu fítusuna. Þetta er svona ekki til að svo sem að hafa áhyggjur af en þetta er í Package X Manifest skránni sem fylgir projektinu. Þetta er ágætt að vita af þessu. Hérna sjáum við gamalt Universal forrit. Þarna vorum við 2 mismunandi projekt annars vegar þá fyrir desktopinn og fyrir símana. Og eitt sérað projekt þarna líka og þarna eru líka með has-if, svona einhver leiðindi sem þurfti að vera með mismunandi device og þarna, já, þetta var gætið að vera óttalega svona mikið spagetti í kóðustundum. Og þarna þurfti að gefa út í 2 mismunandi store, keyra út 2 mismunandi pakka. Þetta var svona gat verið svolítið mikið umstang að standa í þessu. En í dag er þetta orðið svona, þá erum við með bara eitt solution fyrir öll tæki, hvaða tæki sem er. Engin shared project frekar og vilt, en náttúrulega ef þú ert að fókusa í cross-platform eins og Xamarin og þetta, þá náttúrulega hentar bara mjög vel að hafa shared project eða portable class library, kemur mjög vel og passa mjög vel með þessu. Og ekkert svona has-if leiðindi á ekki að þurfa það. Og svo kemur náttúrulega fyrir að maður þurfa að nota eitthvað rosalega platform specific, eitthvað svona eins og Sími getur hringt og Xbox getur kannski ekki hringt og þannig að þá er hægt að adda reference á svona extension til að fá þá stuðning við þau API. En þú ert samt ekkert að loka á það þú bætir við Xbox extension á appið þetta, það virkar í desktop. Það virkar samt allstaðar. Þú getur þess að vera með extension á allar þessar típur en það virkar samt allstaðar, þannig að þetta er ekkert. Þetta hefur reynst ágætlega. Nú sjáum við svona hvernig Windows 10 lítur út. Þarna erum við með vinstra megin þessi live tiles, lifandi flísar. Þarna eru svona, þetta er ekki dósum á flettiskilt á skjáborðinu. Og í staðinn fyrir þessi venjulegu svona program launcher, við sjáum hana efst uppi, þetta er bara dautt íkon með texta undir. Þarna er alveg hellings svona tækifæri sem hægt er að nota. Fyrirtæki getur verið að nota til að kynna þjónustu. Netflix er átt að íta einhverjum svona skjámyndum að myndu sem maður átti kannski að vera að kíkja á. Segjum bara dæmi banka, það getur kannski verið að auglýsa einhvern sparnað eða nýja þjónustu sem væri að bjóða upp á. Það væri með þetta hann á skjáborðinu hjá sér. Svo er líka hægra megin, þá eru komið Action-centri sem koma til þessar tilkynningar. Fyrst við erum nú í minnastum bankana, þá væri nú alveg tilvalið að maður væri nú kannski í vinnunni eða heimi á sér og myndi fá hann að notification, að væri einhver reikningur sem væri komin á gjalda. Það væri algjör snillt ef einhverju í banka hérna, bara notið þessa hugmynd. En hérna, þetta er template fyrir LiveTile, það er til alveg hellingur af template, þó að náttúrulega sé fast hvað stærðin á að vera, hvað stærðatýpur sé í boði, en það er alltaf custom að setja alveg endalaust og getur líka búið til þín eigin template út frá þessu. En ég myndi segja það að því flottara LiveTile og nýtir þessa tækni sem meiri líkur á því að fólk notið á appið og segja að setji tælið á besta stað. Örstutt hérna sjáum hvernig það skalast, út með appið nýtið þá plássið, það renderast á mismunandi eftir stærð, þarna sjáum við bara þetta svona svipað eitthvað Skype forrit og símanum er búið að minnka það töluvert til að nýta plássið. Og þetta er svona Visio state sem menn nota. Þú segir bara þegar að appið er komið í ákveðna stærð á skjá, þá vil ég að þessi hlutir færast til, birtist eða komið ákveð animation eða hvað sem er. Það er að gera alveg endalaust af hlutum í þessu og svona tiltölulega einfalt að útfæra það. Og eins og segir, svo þarf náttúrulega að ákveða hvað er að birtast hverjum sinni, eins og við segjum, svona sérsniðin upplifun. Þarna erum við með, nú viltu hafa náttúrulega detailað mikla upplýsingar á stóra skjánum og meðan bara svona allra helst á litla. En samt er þetta alltaf sama appið.
náttúrulega sem keyrir á tölvunni náttúrulega x86 og meðan síminn náttúrulega keyrir á ARM. Eitt skemmtilegt sem komið núna fyrir, sem þetta að nota uppinn, að nú þetta að nota Siemens í PC-tölvu, tengir hann í rauninni bara við stóran skjá og fær það fulla upplifun. Þannig að Universal appi sem þú gerðir virka bara eins og væri bara venjuleg PC. Þetta bæði þetta tengir sér þráðlaust eða vírað og þetta rauninni bara þá Universal forritin sem virka svona. En þetta mjög góð lausn fyrir þá sem eru svona á ferðinni og þannig að þetta eitthvað, ég sá til dæmis eitt komment á Facebook sem ég langaði nú að deila með ykkur og lesa hérna. Hann segir hérna: ég tengdi dokkuna mína við 42 tómu 1080p sjónvarpið mitt, lyklaborð og mús við dokkuna, notaði Cisco AnyConnect til þess að VPN í vinnuna og nýja Remote Desktop beta appi til þess að tengjast vinnustöðunum minni og forritaði Visual Studio 2015 til þess að laga live issue í símanum mínum yfir 4G. Þetta svo fáralega magnað. Við búum ég tók hann út, í framtíðinni. Þannig að þetta alveg, glemdi nú að íta hérna á sýningur, en þetta alveg fáralega skemmtileg tækni sem þetta að nota og býður upp á mikið. En svo náttúrulega þarf að uppfæra gömlu forritin, þannig sem eru kannski bara gömlu Silverlight uppinn og þetta, svona tölvur kannski meira mál, kannski uppfæra þau, frekar eins og Windows 8.1, þannig svona tiltölulega einfalt, allir kóði virkar, það alveg huga svona efsta laginu, þar sem varst náttúrulega með 2 projekt áður, nú þetta samin að viðmóti þau 1. Og náttúrulega líka byggir þetta náttúrulega helst á því hvernig arkitektúrinn hefur verið og með mikið í kódbeihand og þetta, ekki verið að nota ykkur svona þekkt pattern, þá getur þetta svona verið þá meiri svona breyting sem það að gera. En þetta nú á að vera tiltölulega svona einfalt að gera þetta. Þetta á ekki að vera mikil vinna. En dev.windows.com, þetta svona aðalstaðurinn sem menn nota til þess að fá upplýsingar. Þannig að fá tólin, kóðadæmi, dashboard til að sjá stöðun á downloadi, reviews og allt þetta og submit í story. Þetta þessi sameiginlegi staður til þess að submita. Og þeir sem hafa áhugað þessu, þá kostar rauninni 2.319 krónur fyrir bara venjulegan developer. Og þetta rauninni bara einu sinni sem þarf að greiða þetta og rúmlega 12.000 þá fyrir fyrirtæki. Það þetta að skrá í Ísland að fá greitt. Það þarf að skjala fyrir hvert einasta tungumál sem þú ætlar að bjóða upp á og það náttúrulega ákveðið samþykktarferli sem fer þenni í gang. En svona áður þegar ég var að byrja í þessu, þá var þetta svona oft verið töluvert vandamál. Það þurfti að vera skráður í Danmörku, gast ekki fengið borgað og ætlar að styðja bara íslensku, þá það ekki hægt og þú ætlar alltaf að styðja eitthvað annað svona mál líka. Þannig að þetta var svona, en þessi vandamál rauninu öllu sögunni seinast ég kannaði. Betur fer, það komið töluvert betri stuðningu við þetta. Svo helst tólinn sem þarf að nota við þetta, og það náttúrulega þarf Windows 10 til þess að þróa fyrir Universal plattformið, Visual Studio 2015 og Blend 2015, það náttúrulega kemur bara með. Ég myndi mæla með að kynna sér aðeins Blend, það sem þetta nánast orðið bara drag and drop þegar menn eru búin að ná tökum á þessu tóli. Þetta mjög þægilegt. Og það þetta var fríútgáfu, Community Edition, sem visualstudio.com free. Svo einnig verið að bjóða upp á svona ákveðið svona prógram, Visual Studio Dev Essentials. Og það getur skráði fyrir í rauninni bara nánast öllu sem að Microsoft býður upp á og hef farið með þess að $25 í kredits á mánuði og kennslu í Xamarin University. Það alveg hellingur ef menn ætti að kynna sér þetta. Svo náttúrulega helsti bakgrunni sem nýtist, það náttúrulega FPF og Windows Forms. Náttúrulega menn hafa verið í því, það var þetta nákvæmlega sem tól og mjög svipið vinnubröð sem menn eru að fara að gera. Silverlight, Dashboard.net og þetta. Svo náttúrulega ótrúlega mikið kennsluefni á netinu, það alveg virkilega mikið. Svo náttúrulega RTFM sem er mjög mikilvægt. Ef þið viti ekki hvað það þá myndi ég googla það. En ég byrjaði nú bara sjálfur fyrir utan byrjarinn, byrjaði bara sjálfur að fikta og grúska og gera eitthvað. Og ég var nú bara á fundi, svona .NET User Group fundi. Það sem að starfsfólk Microsoft á Íslandi kom og benti okkur á ákveðið svona prógram sem verið í gangi. Það var App Excellence, það sem var átaki að fá svona sem flest upp áður stórið í opnað formulega. Og líka að fá þá einhver íslensk fyrir opnun. Og þessi aðili hjá Microsoft kom mér í samband við einhvern í Danmörku til að tryggja fengi alla aðstoð sem ég þurfti. Og appið var komið í stór fyrir opnun 12. nóvember 2012. Þetta var fyrsta þá Windows 8 WinRT appið sem var komið út.
Þetta viðfræga Tingo Bingo sem ég sá hann uppi Haframegin. En hitt bara eitthvað svona líka sem ég búinn að vera að leika með svona fyrir utan vinnu. En hérna, hann má segja það að Microsoft hafi í Íslandi, fá priki kladdan, hafa keyrt þetta í gegn. Ef einhverju hérna frá þeim hérna inni, þá fá þeir bara thumbs up fyrir það, keyrt þetta í gegn. Og ég myndi sannlega ekki standa hérna í dag að vera að tala Windows eða hefðu ekki verið að supporta þetta svona vel á þessum tíma. En í dag vil ég bara ítreka það og skora áfram á Microsoft á Íslandi, að halda áfram að styðja þá bæði við forritara, grúskara, nema og aðila í atvinnulífinu, að halda áfram að styðja við þessa aðila, svo að verið farið að smíða þá meira íslenskum öppum. Þau koma náttúrulega ekki að sjálfum sér, þarf að gera náttúrulega meiri stemningu kringum þetta plattform. Þessi grúskarar og nema sem byrja að fikta og fara að gera, þeir fara náttúrulega í fyrirtækinu á endanum og fara náttúrulega með þessa tækni þanga og þá náttúrulega mun þessi gróði komið ljós. Þannig að fleira var það nú ekki, ef einhverju spurningar. Ég held ég bara í 26. Ekki öll í einu samt. Bankarnir, ég veit að Íslandsbanki, þeir eru byrjaðir að þróa núna Samari-lausn sem er komin í beta og það er að unnið í fyrstu útgáfunu af Samarin en þeir að stefna að uppfæra í Samari 2 og þá muna þeir supporta líka þá desktopin, það verður þá universal. En ég veit, þú kannski að spyrja eitthvað frá Íslandsbanku um það, ég ekki alveg, þetta er svona eina sem ég veit, ég fór á kynningu hjá þeim. En Arion veit ég ekki hvernig staðan er, horfi hérna ákveðin aðila. Já. Hver er munurinn á? Já, hann spyr, hver er munurinn á Blend og Visual Studio? Blend er náttúrulega hugsað fyrst og fremst að þú ert að vinna þá meir í design, þú ert að gera animationir og allt þetta svona viðmóts sem að snýra útliti mikið meira. Meðan að Visual Studio, öll tólin sem fylgja með þar, þá ertu komin í þessi svona meiri smáatriði sem snúa svona forritunni. Þú ert að fara að athuga með hvernig forritið þitt keyrir, þú getur svona ennþá meira svona flottara, betra debug. Þannig að hittir svona meira viðmót með að hittir svona hardcore forritunartól. Endilega, eins og segi, fara hérna og sækja þetta á, þetta er frítt. Þannig að fleiri spurningar? Eitt en það, er enginn að spyrja, þá getur nú minnst meðal annars að núna þegar ég gefið út í store, þá þetta að compila í .NET Native. Það er hægt að compila kóðan alla leið, þá þetta ekki svona manage code sem er svona að þú velur any CPU og svo þetta compila fyrir hvert einasta tæki þegar kemur þangað. Sem þetta þýðir þá þetta komið með nákvæmlega svipað format svo væri bara C++, 60% hraðara startup, 15% lækkun í minnisnotkun sem dæmi. Þannig að þeir eru svona að gera skemmtilega svona hluti með þetta. Komnar compiled bindings og það eru helling sem þýðir það að samlið, ef það er einhvað svona sem brotnar þar og gleymir kannski út að databænda, þá kannski út með ekki nákvæmlega með rétt heiti, þá er hann að reyna að databænda á eitthvað sæði sem er ekki til, að núna brotna það algjörlega. Þannig að við þekkja það að vera databænda. Já. Já, ég verð á básnum, endilega á Spektra básnum, við erum hana hinum megin og endilega koma og spyrja og fá í okkur karmölur. Við nógum þeim. Já.